Heil og sæl og velkomin í þáttinn milli himins og jarðar. Í dag hef ég fengið til mín tvær öflugar ungar konur á Akureyri til þess að ræða foreldramissi. Þá reynslu að missa foreldri á unga aldri og hvaða áhrif það hefur á mann til framtíðar, hvernig það mótar mann og hvernig maður vinnur úr því. Og líka bara að ræða það, nú eru þær báðar orðnar mæður, hvernig mótar það mann sem foreldri að hafa sjálfur á unga aldri mist foreldri. Og hingað eru þær komnar Ásrún Ýr Gestsdóttir og Hulda Sif Hermannsdóttir. Sem að, Hulda, þú ert verkefnastjóri hjá Akureyarstofu, eins og kannski margir vita. Og Ásrún, þú fórst í bændaskóla og varst þar og í bændaskólan og Hvanneyri veit ég, en starfar núna við ummönnun hér á Akureyri. Og þið eigið báðar þessa sameiginlegu reynslu, þó það hafi ekki verið nákvæmlega á sama aldri. Þú missir föður þinn, hvað varstu þá gömul? Þá er ég 20 og hvað er ég 21? 21, já. Og þú missir mömmu þína þegar þú ert, 13? Ég var 13 ára. Já. Byrja bara þér, Ásrún. Viltu segja mér aðeins, að því að svo við upplifum svona ákveðina tengingu við mömmu þína sem að þú missir. Segðu okkur aðeins frá henni, hvað hét hún og bara hvernig persóna var? Hún hét Anna Steinunn Áslaugsdóttir og í mínum augum var hún náttúrulega bara best. Já. Hún var mjög glaðlynd, brosti mikið og hló mjög mikið og hafði gríðarlega smitandi hlátur. Og það er einmitt það sem ég fæ ofta heyra í dag þegar fólk er að minnast hennar. Það er hláturinn og gleðin. Já. Og þið bjuggu út í Hrísey? Já, og við erum Hríseyingar og hún bjóð þar á heimili með föður sínum og litla bróður. Já, og var með þig einstæð móðir? Já. Já, þannig að þið bjuggu saman á heimili afiðinn, móðurbróður þinn og þú og mamma og ég. Já. Svolítið sérstakt fjölskyldumynstur. Já, skemmtilegt. Pabbi þinn? Hermann væntanlega, hann heitið, já. Hermann Björnsson hétt hann og hann var sérst fæddur 53 og var elstur 6 systkina. Systkinahópur sem að ótrúlega svona, já, þau þurftu öll að vera mjög dugleg og svona svolítið berjast fyrir sínu og allir að leggjast á eitt stórt heimili og svona. Og hann var sem sagt húsasmíðameistari og já, hann sem sagt hann byrjar á að fá hann fær sérst höfuðæxli og þetta var svona svolítið langur prósess þetta veikindin allt sem er. Það sérst greinist fyrst með heilaæxli. Já, það byrjar þannig, hann byrjar að fá svona ofsalega flogakost og hann var ofsalega hræddur við sjúkrahús. Og eins og margir kallar að þessari kynslóð. Alveg algjörlega. Já, það einmitt, það er svolítið góður punktur Hann bara þetta var hann ofsalega erfitt en svo náttúrulega var hann að fá slík floga, það var náttúrulega athugað, þetta var eitthvað meira heldur en bara eitthvað örlítið og þá náttúrulega kemur þetta svo sem í ljós að hann er með höfuðæxli og þetta svolítið, já, það er eitt þetta með tíman að ég á rosalega erfitt með að segja akkurat hvenær eitthvað gerðist á þessum tíma sem að þessi veikindi eru. Ég festi það svolítið í móðu bara. Það er bara í móðu, því að kannski að því að mann finnst það ekki endilega að vera eitthvað aðalatriði hvort að viðkomandi byrja í meðferð þarna á þessari stundu eða einhverju annari eða fór í aðgerð þarna eða þarna einhvern veginn. Þú veist, heildin er þessi að hann fór sérst í 2 aðgerðir og þegar hann fer þá var hann orðinn ofsalega mikill sjúklingur. Var þetta svolítið langt gengið? Þetta er svolítið langt gengið, já, mjög langt gengið og eftir seinna aðgerðina þá sá maður það var ekkert aftur snúið í rauninni. Ég held líka, ég held að þessi reynda bara ákveðin hátt huggunarríkt fyrir fólk að heyra þetta að því það er þetta langur tími liðinn frá því að þú missir pabba þinn að vita það jafnvel fyrir fólk sem er svona tiltölulega nýlega búið að missa eftir kannski langt sjúkdómsferli að sumir upplifa ákveðna angist yfir því mun ég alltaf bara muna allt þetta í kringum sjúkdóminn, mun sjúkdómurinn alltaf byrgja minningunum sín eða vera bara svona eins og einhvern veginn ský fyrir raunverulega minningunum það hver þessi persóna var og hvernig hún var upp á sitt besta og ég held að sé bara
bara gott, sko, einmitt, það var alls ekki kalt, sko, heldur einmitt mjög gott að heyra það að það hætti að vera, eins og maður segir, relevant eftir ákveðin tíma og þá kannski að minningarnar viðkomandi fríska, eitthvað heilbrigða, taki plássið, sko. En mamma þín, hún fær líka krabbamein, það var líka hennar barnamein. Já, hún greinist, ég er náttúrulega bara barn þegar þetta allt í gangi, þannig að ég veit ekki nákvæmlega hvað var gert og hvenær það var gert. Mér var hlíft svolítið vel. Já. En hún greinist í lok maí 2000 og látin 4. september sama ár. Þannig að þetta gerist allt mjög hratt. Hvað býtum, í maí 2000 og dáin í september? Já. Já, vá. Þetta bara tók 1 sumar. Já. Og einmitt með kaldlyndi í dag, þá hugsa ég að þetta hefði nú alltaf geta verið betra fyrst að þurft að fara svona. Að hún fengi bara, í staði fyrir að þurfa að taka tíma í að kveljast og þjást. Af því þetta var mjög langt gengið, var það ekki þegar það greinist? Ég held það. Heldur það? Já, eins og ég fekk ekki að vita nákvæmara lýsingar á einu en einu. Nei, það var bara ekki verið að tala, en það var bara, og við kannski ræðum það svolítið eftir, það var bara ekki verið að tala þetta, neitt við þig. Alls ekki, eins og ég er náttúrulega alin upp heima hjá honum afa. Já. Og hann er fæddur 28, þannig að það var ekkert mikið rætt. Heldur þú að það veri ekki upplifa ákveðin kvíða og angist yfir því að þú vissir það var eitthvað að, en það var ekki verið að tala um það? Nei, í rauninni ekki. Nei. Bara svona go with the flow. Já. Ég hef alltaf verið svolítið þannig. Já. Og ég gerði mér auðvitað grein fyrir að mamma væri rosalega veik. Já. Ég hélt alltaf að hún myndi koma heim. Já. En svona undir það síðasta þá hætti ég nú líka að vera blind og ég sá hversu mikið veik hún var orðin. Og fórst að gera það grein fyrir bara sjálf í þínum barnshuga að kannski væri hún bara að deyja? Já, svona aðeins. Og svo fæ ég að vita það 1. september. Ég man nefnilega þessar dagsetningar mjög vel. Já. Að þá kemur pabbi minn sem var og er búsettur í Reykjavík, kemur hann norður og hann segir mér það að mamma sé dauðvona. En við fáum ekki að vita, sko, það veit enginn hversu mikið hún á eftir á þeim tímapunkti. Og björtustu vonir voru auðvitað að hún myndi lifa einhverjar mánuði enn. Já. Og ég náttúrulega fermist þarna vorið eftir og ég náttúrulega vonaði að hún myndi ná því. Já, en örfáum dögum seinna þá var hún bara farin. Örfáum dögum eftir að hann segir þér hún er dauðvona? Já, þarna 1. september og 4. Já. Og hún var 38 ára þegar hún dó? Hún var 38 ára þarna sumari. Sama aldri og ég er sem sitt. Já, ég nálgast hann að útfluga. Já, hún er kornung kona. Já. Já. Og manstu sko, varstu viðstödd þegar hún dó? Varstu viðstödd andlátið? Nei, það er pínu svona eins og hún hefði beðið eftir því færi í rauninni. Já, þú varst búin að vera hjá henni inn á sjúkrahúsinu? Ég var hjá henni þennan dag. Og hún deyr inn á sjúkrahúsi? Hún deyr inn á sjúkrahúsi, já. Og ég var hjá henni og svo skrítið hvernig allt spilar inn í. Sumir vildi ég myndi fara heim í Hrísey með 3 ferjunni, fyrir þá sem veit hvað það er. Já. Og ég þrjóskaðist við og vildi vera lengur í bænum og endaði með því að það átti að keyra mig í 5 ferju. Og korter 20 mínútur seinna eftir ég farin frá henni sirka bát að þá kveður hún við. Og bara... Og það vill svo heppilega til að ég var óskup frek og þannig ég var með farsímann hennar. Já. Þannig var nú ekki algengt þá að 13 ára krakka væri með síma. Nei. En ég tók farsímann með. Já. Og þannig að læknirinn gat hringt í mig og sagt mér að koma bara leið. Já. Og þarna vissi ég alveg hvað var að gerast og 13 ára gömul með móðursystur mína við stýrið, þá legg ég fram með símann og segir, mamma er dáin. Þó það var ekki búið að segja þér. Þó var ekki búið að segja mér það og móðursystur mín var náttúrulega bara, fekk áfall og hver var þetta og hvað var að gerast? Og ég sagði, þetta var læknirinn og hann sagði þetta ekkert. Hann sagði bara koma strax. Ég bara veit ekki hvað annað þetta gæti verið. Nei, þú bara varst orðin fullorðin þarna á augabragði. Þetta gerist bara á örfáum mínútum, já. Og þá ferðu og kemur að hennar dána beðið? Já, og fæ að kveðja hana. Já. Og finnst þér það ekki minninguna að vera alveg óendalega dýrmætt þó að það verið svona ung og þú það var það. Já. Algjörlega. Já. Það bara, ég fekk svo aftur tækifæri seinna þegar hún var kistulögð en minningin af henni nýfarinni en samt einhvern veginn á staðnum. Já, af því þegar fólk er nýdáið þá er það meira svona sjálfur sér líkt. Það er svo fallegt. Já, mikill friður. Já. Já. Og það var líka svo gott. Maður var búinn að sjá hana vera að berjast við að ná andanum og í bara svona morfíndái. Já. Þarna var hún bara friðsæld. Þarna var sjúkdómurinn farin frá henni og hún tók hann ekki með sér. Nei, og hún var bara komin til sinnar mömmu. Já. Hún var líka ung þegar hún missir hana. Sko. Já. En
Og þá ert þú bara ein eftir með afaðinum og móðurbróður í Hrísey. Ég var það. Ég á náttúrulega pappa og stjúpmóður í Reykjavík. Já. En á þessum tíma þá bara var minna gert úr samspili foreldra þannig séð heldur en í dag. Já. Og mér þykir afskaplega vænt þessa foreldra sem ég á. Já. En tengingin einhvern veginn aðeins öðruvísi af því að umgengstu svo lítið í barnæsku. Já, ég skil. Þannig að fyrst sinn þá ég með móðurbróðum mínum og afa bara heim í Hrísey. En manst þú náttúrulega manst eflaust náttúrulega eftir sko andláti föðurins og já. það. Já, ég man það alveg. Það var og það var bara sko, kannski hljómar skringilega, en þegar fólk búið að vera veikt mjög lengi, að þá þetta sko á einhvern hátt sko kærkomið, þetta bara kærkomin hvíld. Já. Og svona ákveðið léttir ástandinu aflétt. Já, þetta það, því að þetta ekkert líf. Þetta ekkert líf fyrir sjúklingina því að viðkomandi í rauninni, þegar hann komið svona langt, þá hann í rauninni varla ennþá þessi persóna. Hann raun sjúklingur. Þegar þú orðið svona veikur, þá það bara eitthvað annað heldur en persóna. Ég veit ekki hvernig útskýra það. En allavega þetta var bara eins sko, þú veist, fallegt og hægt að vera. Hann var með sína uppáhalds hjúkrunarkonu hjá sér, hjúkrunarfræðing sem fyrrum mágkona mín og þannig að þetta var bara allt eins og átti að vera. Var það inn á sjúkrahúsi eða heima? Já, það var inn á sjúkrahúsi. Það var komin í líknandi meðferð og sko, starfsfólk á sjúkrahúsinu bara einhvern veginn svo frábært. Það bara kann sitt fag algjörlega og þetta var bara falleg stund sko. Upplifðir þú einmitt þegar hann var nýdáinn sko að þennan frið yfir honum og þetta að sjúkdómurinn væri ekki lengur við völd? Nei, í raunin ekki alveg sko, vegna þess að það svolítið munur á, eins og segir með móður þína sem að fer eftir mjög stuttan tíma en sko pabbi var orðinn svo ofsalega mikill sjúklingur, líka útlitslega. Það var sko, það var svo langt síðan hann í prinsipinu fór. Þannig lagað sko. Að því að heilaæxli náttúrulega hefur áhrif á það. Þannig að en svo aftur sko, annars svo upplifið það reyndar sko mörgum, eða sem sagt svo aftur síðar, að seinni maður mömmu, hann deyr líka úr krabbameini. Þannig að þá upplifir henni aftur og þetta þá sem stýðir að mamma búin að missa 2 menn og fyrri pabbi minn þá, hún á bara okkar aldri þegar það að gera sko. Og en svo aftur þegar ég upplifði þetta svo aftur með þá stjúpföður minn, það var einhvern veginn, þá var það öðruvísi. Og það bara, þú veist, það líka því að tímaramminn öðruvísi. Þetta bara, það eru alls konar svona aðstæður sem gera að verkum að svona hlutir verða aldrei eins. Nei, það aldrei eins upplifun, nema kannski einmitt það getur verið með það sé einhver léttir, þú veist, og það auðvitað friðsælt. Og það alveg sko gott og nefnir þetta með léttin, að því sumir eru feimnir að gera það. Það bara þekkt í sorgarferli að þegar sko ástunir, sérstaklega einmitt sko ef ástunir hefur verið sko með lífsógnandi sjúkdóm, alvarlega veikur þar sem að hver fjöðurinn og annari sko fer úr hattinum og viðkomandi missir getu smátt og verður sjálfum, sko verður ólíkur sjálfum sér og jafnvel þjáður og allt þetta, að þá eðlilegt að aðstandendur upplifi sko létti þegar viðkomandi deyr yfir því að ástandinu sé afleitt. Og það auðvitað ekki að sama á þessi léttir yfir að viðkomandi sé dáinn. Sorgin getur verið sko alveg óheyrilega mikil yfir hann sé dáinn, en léttirinn yfir því að þessi ástand sé ekki lengur við völd. Og það bara fullkomlega eðlilegt. Sumir fá samviskubit yfir þessari tilfinningu sko. Maður hefur stundum upplifað það með syrgjendur að þá svona finnst eins og þeir séu sko að þá rugla þeir þessu saman sko, þetta auðvitað ekki léttir yfir að viðkomandi dáinn, þetta léttir yfir að sjúkdómurinn sé ekki lengur. Þetta ofsalega mikið af alls konar tilfinningu sem að koma í potta bara á svona örskot stundu einhvern veginn. Þú veist, þú getur og ég get rétt ímyndað mér að í ferli eins og hjá móður þinni, þar sem þetta er svona stutt að þá kannski, þá myndi ég til dæmis örugglega upplifa ofsalega sko
ofsalega þetta ósangjart. Þetta er svo ósangjart, svona reiði. Já, þetta var alveg góður punktur með reiðina, einmitt vera úlingur, maður verður reiður oft sem úlingur, það oft tilfinningatjáningin hjá manni þegar eitthvað ósangjant og þetta var vissulega ósangjant. Já, ég var mjög reiður úlingur og bara erfiður úlingur. Já. Og það held ég meir bara rekja mikið til þess að þegar þetta allt á sér stað og þegar það gerist, allir gerðu sitt besta. Ég náttúrulega umkringd góðu fólki, fjölskyldu og vinum og allir gerðu sitt besta en enginn náttúrulega vissi hvað hann ætti að gera. Nei. Hvað gerir maður í svona aðstæðum? Og þarna, þó að sé nú ekki lengra síðan, þá var ekki til áfallateymi. Nei. Og ég fekk enga svona aðstoð. Ég fekk róandi. Já. Og svefntöflu, einu sinni allavega. Já. En enga sálfræði aðstoð eða neitt ekki fyrir seinna mér þegar ég var bara orðin þunglynd og virkilega reið. Já, já. Og alltaf leitandi að einhverjum plástri á þetta gríðarlega sár. Já, já. Já, 4 systkini, en mamma átti bara mig. Ég var bara, ég var einkabarnið hennar þannig að þó ég eigi fjölskyldu, sem ég þykir alveg afskaplega vænt að þá stundum ennþá í dag upplifum ég alveg afskaplega eina. Já, og það náttúrulega kemur kannski líka til að því að foreldrarnir voru ekki saman, var það? Nei, þú eftir raun og þú ert bara svona, þú verður til. Ævintýrabarn. Já, þú ert ævintýrabarn, eitt af því og sem betur fer og gerist það ævintýri. Og Guði sé lofa fyrir það. Þannig að þau náttúrulega, þú upplifir þau aldrei sem par og hjón og þau eru aldrei inn á heimili saman. Þannig að það svolítið bara þú og mamma þig. Já, það svolítið þannig. Já, þannig að það eðlilegt að þessi líðan fylgi. Já, og mér fannst einhvern veginn eins og þegar maður, eins og segi, þegar ég var úlingur og ég bara signi mig og vona að mín börn verði ekkert eins og ég. Að mér fannst enginn með að taka hennar stað og þó enginn væri að reyna það. Nei. Að þá fannst mér oft að henni vegið. Já. Já. Mér fannst Getur útskýrt það? Hvernig þá? Ég var náttúrulega bara krakki og var enn að læra á lífið og tilveruna. Já. Og hún hafði ekki mikinn tíma til þess að kenna mér. Nei. Og ég reiddist bara öllum sem vildu reyna að kenna mér. Já, já, já. Mér fannst að ég ekki koma neinum við. Nei. Akkurat. Bara hvað þú að skipta þér að mér? Já, já. Það var eiginlega pínu þannig og ég náttúrulega dauð sér eftir í dag að hafa látið svona eins og fíbl en svona var þetta bara. Nei, þetta frekar það, þú ert ekki dauð sér eftir því, það eiginlega frekar það sem segir manni hvaða skiptir miklu máli að hafa marga mikilvægar persónur inn í lífi barnanna sinna þegar þau eru alast upp, því maður gæti alltaf dáið. Það nefnilega eitt. Og hvaða skiptir einmitt miklu máli að það séu sterkir aðilar í kringum barnið. Þannig einmitt að bara að því það gott fyrir barnið og það gott að hafa marga uppalendur í sjálfu sér, það gott. Og líka ef eitthvað ber út af maður, þó maður ekki nema bara veikur eða eitthvað, að það sé fólk sem að hafi aðgang að barninu. Já, sem barnið treystir. Sem barnið treystir, já. Það finn ég mjög mikið í dag, með mín börn. En þú ert þarna 20 þegar að þetta hvernig vannst þú úr sorginni? Ég held aftur af því að þetta var svona langt tímabil að þá allavega í þessu mínu tilviki og ég held nú reyndar að sé nú kannski ekki óalgengt að þegar þú veist svona ofsalega skýrt hvert stefnir að þá held ég að maður ósarátt byrji að ég ætlaði að gera það, ósarátt byrja í rauninni bara að undirbúa. Byrjar að syrgja raunur áður en við komum til dáin. Já, þú veist hvert stefnir Og það rauninni kannski þegar fólk orðið svona ofsalega veikt að þá ertu löngu byrja að í rauninni að syrgja þennan einstakling sem að þú ert búin að týna inn í sjúkdóm. Þú veist, þú getur ekkert gert með þessari manneskju það sem þú, veistu, hún getur ekki gefið það sem hún gaf þér áður og hún þannig að ég held að já, svo náttúrulega bara, ég á mjög gott fólk í kringum mig, það var og svo sem, það var kannski að ýmsu öðru að huga einhvern á þessum tíma, það voru, því miður að voru, amma lést þarna í rútusleysi í Hrútafirði, þarna aðeins áður og þannig að það voru rauninni bara kannski bara, það voru svona bara opin sár sem að, þetta komilega kannski bara svona pínu oní. Og svo bara einhvern veginn, því að manneskjan einhvern veginn þannig að hún
oftar en ekki þá stígur hún upp, sko, þú veist, svona fönixfuglar. Já. Og það er svolítið, það er eitt sem ég langar að nefna sem er svolítið, sko, þegar maður missir, sko, þú kallar yfirleitt bara, það er bara ein manneskja sem þú kallar mamma með þeirri tilfinningatengu sem fylgir því og pabbi. Þú veist, þegar ég segi við dóttur mína, talaði við pappa, þá er það allt annar pabbi, það er ekki sama tilfinningatenging. Nei. Og mér finnst það rosa skrítið og ég fatt það allir strax, fór bara hugsa þetta aftur seinna. Að þessu orði, pabbi, var í rauninni bara þau svona pínu kippt út. Af því að, sko, þú ert ekkert alltaf allan daginn þó þú sért í sorgarferli og sérst að syrgja. Þú ert ekkert alltaf allan daginn að tala um mömmu eða pappa. Nei. Það er ekki þannig. Nei. Þannig að, sko, að allt, þetta er svolítið skrítið, það feitar út ákveði orð með ákveðna tilfinningatengingu. Þið sem mæður, nú eru þið báðar sko mæður, börn, ef þið hugsið það, hvaða áhrif hefur það haft að missa foreldri þetta ungar sko á ykkur sem bara uppalendur? Sko, og það er náttúrulega, og þessir foreldri ykkar sem að létust náttúrulega urðu ekki þáttakendur í uppeldi barna ykkar eða náðu ekki því að vera með í því. Hvaða áhrif hefur það haft á ykkur sem mæður? Það velti fyrir ykkur, eflaust hugsaði það mikið. Ég sérstaklega þegar ég og pabbi eldri drengsins míns, þegar við slítum sambúð, að þá var það svo byggt inn í mér að ég væri ekki eilífð og ef eitthvað kemur fyrir mig þá var það pappans sem að þyrfti að standa upp og hugsa mann, sem hann auðvitað gerir líka. Þannig að það var alltaf mjög ríkt í mér að þeir feðgar væru eins mikið saman og hægt væri. Og væri hægt, þar sem við búum ekki saman stað. Svo að þeir ættu þá tengingu og það traust og þau bönd til þess að ef að til þess þyrfti að hann gæti tekið við keflinu. Þessi reynsla bara kendi þér þetta? Já. Það hjálpaði svolítið. Já, þetta er magna. Hvað segir þú Hulda? Já. Hefur hugsað þetta? Ég hljóma nú ekki, er ég voða lítið djúp ef ég segja, ég hef nú bara einhvern ekki íhugað þetta. Það er heiðarlegt svar. Kannski meira hugsaða bara vöntunin að hafa ekki þennan afa fyrir börnin að þau skulu ekki hafa kynstónum. Já, að einhverju leyti, en svo er þetta sko, mamma alltaf kynnist öðru manni sem var alveg yndislegu líka. Og þannig að sko, stelpurnar mínar hafa alveg átt afa og þó að það var ekki þessi afi, hann var ekki til staðar, þannig spiluðu örlögin einfallega, það er bara þannig. Þannig að ég sýti það einhvern veginn, ég sýti það mjög mikið núna að hún á í rauninni sko, yngri stelpa mín, hún á bara einn afa og eldri líka bara einn afa. Ég væri alveg til að vera fleiri afar, þú veist. Það væri ósköp ljúft, sko. En það er búið að taka svolítið af öfum. Það er búið að taka 2. Það er svolítið mikið. Það er svolítið mikið. En ég ræði einhver um þetta. Nei. Myndataka, það er eitt. Já. Ég er mjög persónusum að það setja myndir af mér og börnunum. Því þegar mamma greinist og er upp á sjúkrahúsi, þá talaði ég við henni í síma fyrst áður en ég fyrir sjálf suður og hún baði mig um að finna mynd af okkur tveimur til þess að hafa hjá sér. Hún er ekki til. Það er ekki til mynd af ykkur saman? Ekki svona mynd sem hægt er að setja upp í rauninni. Og ég þurfti að auglýsa á Facebook fyrir svolítið síðan. Það auglýsti ég bara og bað fólk um að kíkja í albúmin sín hvort það ætti mynd af mér og mömmu. Og ég fekk alveg myndir, en kannski ekki margar góðar. En fekk eina sem ég þykir afskaplega vænt um mér þegar ég er kannski svona fyrstu 6-7 mánuðunum og mamma heldur á mér. Og það er svona vangasvipurinn af henni. En þetta situr í mér í dag. Þannig að ég er mjög myndarsjúk. Þetta er góð ábending til okkar allra.
af því að engin veit hvað morgundagurinn svo sem ber í skauti sér og þannig að, og nú auðvelt að taka myndir þannig að maður hefur enga afsökun. Þetta var fyrir tíma selfie. Og taka myndir af okkur saman, foreldrum og börnum og það er rétt. Það er mjög mikilvægt. Ekki bara á fermingum. Nei. Já, og ekki bara eins og gjarnan vill verða, það er kannski bara mamman sem er á bakvið, eins og kannski var, alltaf mamman sem tók myndirnar. Já, það var bara alltaf alltaf að því myndir, ljósmyndir eru, ég segi alltaf, ljósmyndir eru ekki eins og niður, þeir eru ekki dauðir hlutir, það er ekki hægt að flokka þau undir dauða hluti, því að þeir eru meira heldur en hlutur, þeir eru tenging, þeir eru bara tenging, minningar, bara óendalega dýrmætt, enda segja margir mitt verið spurðir hverju myndir bjarga ef þið þurfa að hlaupa út úr brennandi húsi, hvaða hlutum, það væri það myndir. Harðadrifið. Harðadrifið. Og svo þurfum við að muna það, bara aðeins að fara að prenta út myndir líka. Já. En kæru konur, það var yndislegt að fá ykkur og dýrmætt að fá þennan vinkil. Ég hef svolítið verið að tala sorgina í þessu þáttum og svona farið við það, þannig að ég er að reyna að finna alla þessa vinkla svo að fólk geti speglað sig í reynslu annarra og það er svo gefandi. Takk fyrir að koma. Og ég þakka samfylgdinni í dag, hafið það gott og við sjáumst aftur í næstu viku. Bless.